Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, hefur eðli málsins samkvæmt í ýmis horn að líta. Eins og flestir íbúar þarf Ásthildur af og til að sýna gestum bæjarins, fara sem sagt á rúndinn og því spurt á hvaða staði ætli Ásthildur bæjarstjóri fari nú með sína gesti. Við á N4 fengum Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra á Akureyri til þess að fara með okkur á rúndinn og fá svar við þessum vangaveltum. Ásthildur, að sýna gestum bæinn þinn, gerur það oft? Já, ég geri það nú stundum þegar ég að fá fólk til mig. Þá förum við svona kannski rúndinn eða skoða svona helstu staði og ég gerði þetta nú alltaf meðan ég var ung stúlka í Hólminum og þeir sem koma og heimsóttu mig, þeir voru alltaf dregnir til þess að skoða bæinn, ég þurfti alltaf að sýna þeim bæinn. En fyrsti staðurinn sem við förum á, hvar byrjum við? Í Lystigarðinum að sjálfsögðu. Þá erum við komin í Lystigarðinn, sko. Ásthildur, Lystigarðurinn, þetta nú aldeilis staður til að fara með gesti á. Ó já, þetta indislegur staður, hvort sem það vetur eða sumar, vor eða haust. Það alltaf jafn gaman að koma hingað. En Lystigarðurinn, hann hefur væntanlega sinn sjarma bara eftir ástíðum. Já, eins og ég sagði, mér finnst alltaf jafn gaman að koma hingað. Skiptir engu máli hvort það vetur eða sumar og eins og núna það eru ljós og það æðislegt að koma hérna þegar komið myrkur og sjá ljósadýrðina og svo sumrinni þegar garðurinn í blóm og skrúða og þegar haustlitirnir koma. Nú eða þegar allt að vakna á vorin, þetta dásamlegur staður. En Lystigarðurinn, þetta svona, ein svona helsta perla bæjarins. Já, mér finnst það. Allar alvöru borgir eru náttúrulega með garð og við erum með þennan garð. Við erum með Lystigarðinn okkar í New York, til dæmis New York Botanical Garden sem eru ofboðslega vinsæll áfangastaðir og það sama hjá okkur. Lystigarðurinn einn vinsælasti áfangastaðurinn hérna á Akureyri. Við skulum ekki staldra við mikið lengur hérna heldur fara aftur í bílinn og halda áfram að rúnda. Já. Já, þú ferð nú ekki með okkur langt núna þessu sinni hérna á milli staða. Nei, þetta svona þessir helstu staðir Akureyrar sem ég að fara með ykkur á. Og það Akureyrarkirkja sem næst á dagskrá? Já, sjálfsögðu. Þessi staður skiptir mjög miklu máli. Mér þykir alveg ofboðslega vænt kirkjuna mína, Akureyrarkirkju. Og þetta svo staður sem við myndum fyrstu tengslin við íbúa hér í bæ þegar við fluttum hingað. Við byrjuðum að búa á Gilsbakkavegi þegar við fluttist hingað og kirkjan var svona staðurinn sem við sóttum okkur félagsstarf og því miður þá nú búið að vera allt lokað í COVID en við höfum verið að fara í sunnudagsskólann og fara í messur og þessi staður skiptir við máli og fyrir utan það þetta náttúrulega ein allra fallegasta kirkja landsins, ef ekki svo fallegasta. Skreppum aðeins út. Já. En að standa hérna sem sagt fyrir framan kirkjuna, þá náttúrulega hér alveg hreint frábært útsýni. Já, þú sérð allt. Þú sérð eiginlega yfir alla byggðina og þú sérð helstu kennileiti fyrir utan náttúrulega aðalkennileiti Akureyrar sem kirkjan sjálf. Það náttúrulega hof og svo hérna niður í göngugötu og yfir í IKEA-húsið gamla og niður kirkjutröppunar. Þetta dásamlegur staður og svo náttúrulega sjáum við upp í Hlíðarfjall sömuleiðis. En þegar þú stendur hérna með gestina, það eru væntanlega svolítið svona mismunandi spurningar sem þú færð hérna á þessu stað. Já, það alveg mismunandi og svo náttúrulega, ég verð alltaf pingu hrærð. Mér svo fallegt að horfa hérna yfir. En spurt kirkjuna og Guðjón og Matthías sjálfsögðu og rifjaður upp sögur af Matthíasi í okkur sinni.
Og fær bæjarstjórinn alltaf sömu spurninguna, hvað eru tröppurnar margar? Já, veistu, ég get ekki svarað því. Get ekki svarað því. Hvaða máli skipti það sem bara staðsetning kirkjunnar? Þetta í raun og veru svona frá skipulags sjónarhorninu, þá þetta stór mál hvar kirkjan staðsett. Já, og þetta miðpunkturinn í bænum. Og það skiptir máli að kirkja er svona mikilvæg bygging eins og kirkja eða menningarhús eða hvað sem það að það sé á góðum stað þar sem það sést víða að og að byggð geti þróast vel út frá þessum stað. Og ég held að við getum alveg fullyrt það að svo hér á Akureyri að kirkjan á dásamlegum stað og algjört kennileiti fyrir bæinn. Og hérna getur bæjarstjórinn horft yfir hluta bæjarins? Já, yfir stóran hluta bæjarins. Ef hann fær okkur set og fara á þriðja staðinn? Já, gerum það. Þá beygjum við hérna til hægri og það þýðir að þú ert að fara með okkur á bryggjurnar. Já, það þarf að fara bryggjurúndur. Það er alltaf farin bryggjurúndur. Ég held við í sama hvaða bæ maður fer bryggjurúnd. Hvers vegna er það? Það er bara athuga með atvinnulífið. Og ég fer eiginlega bryggjurúnd, ég held bara nánast hverjum einasta degi. Og ég fer bæði niður á Stóru bryggju og hingað niður í bót. Mér finnst alveg rosalega gaman að koma hingað niður í bót því að það er svo mikið í gangi hérna. Og þú veist, hérna eru svona litlu fyrirtækin, sjá hvað í gangi og smábátarnir náttúrulega og bryggjunar. Ég var einu sinni hafnarstjóri og mér fannst það eiginlega miklu virðilegra starfsheiti heldur en bæjarstjóri. Þannig að þetta er svona, mér finnst þetta skemmtilegur staður. Skulum keyra hérna og leggja aðeins og sjá þá smábátahöfnina almennilega. Já, skulum gera það. Ásthildur, hérna er atvinnulíf en hérna er líka í raun og veru kyrrð. Já, þetta er yndislegur staður. Það er ofsalega gaman að koma hérna í bótina og skoða bátana og heyra í fuglunum og aðeins að fylgjast með, sjá hvað er að gerast hérna hjá fyrirtækjunum. Og svona sem stelpa á sjávarplássi þá er þetta staðurinn í mínum huga að það er að koma niður á bryggju. Og svo sjáum við hérna yfir í slippinn. Já, svo sjáum við yfir slippinn. Sjáum hvað er að gerast. Mér sýnist vera togur frá síldarvinnslunni í þurrkunni. Þannig að það þarf að fylgjast með. Hversu vel þekkjurðu vélarhljóð til dæmis? Já, ég þekki vélarhljóð. Ég heyri muninn á John Deere og Cummings. Ég get alveg greint það. En þú sagði mér það líka á leiðinni hingað niður eftir að þú færi stundum svona símarúnt og stundum ferðu hingað til að taka símtöl svona á leiðinni heim. Já. Ég fer rúnt niður á Stóru bryggju og kanna hvernig staðan er þar, hverjir eru í höfn og hvernig hvort að þeir séu einhverjir nýir bátar og kanna þá hvað þeir eru og hvað þeir að vera að gera og svona. Hringi kannski í bróður minn og spyrst fyrir hvert aflinn er að fara og svona. Og svo kem ég hingað, keyri hingað og tekur nokkur símtöl á leiðinni heim. Mér finnst það gott. Mér finnst líka gott svona aðeins að losa hugan og komast niður á bryggju. Jæja, Ásthildur, við ætlum ekki að tefja þig lengur, bara takk fyrir rúntinn. Já, takk fyrir að bjóða mér að fara rúntinn með þig.